leigubílum að það séu þeir sem að séu þeim þeirri þjónustu og þeir tali íslensku. Vilja bara alls ekki snerta á þessu og eru tilbúnir að taka upp á rasistakorti en við ræða þessa hluti. Þú hefur ekki áhyggjur af því að vera kallað rasista af þessum hópum? Nei, það ekki. Og stríð eru ömurleg og óhugguleg. Þannig að ég held að okkar framlag til friðarviðræðna væri bara að reyna að ná betra samtali þarna og tala inn í þetta og ef maður skoða bara hlutina, ef við færum í að setja á viðskiptabann, þá myndi það miklu frekar bitna á íslenskum hagsmunum heldur en ísraelskum. Auka fjölskyldusameiningar frá Palestínu til Íslands, hvert er þitt sjónarmið það að Palestínumenn séu að koma hingað til lands? Ég vil fara varlega í það. Af hverju? Að brúða af utanríkisárum okkar ágætum sem að vinna þjóðinni í gagn með snáks, tungu og blóði drifna. Mér finnst þetta ósanngjarnt og mér finnst þetta ekki alveg vera sá hópur sem eigi að leggja línurnar fyrir utanríkisstefnu Íslands. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundir eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-slekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-slekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Jæja, Sigurjón Þórðarsson, hvað segirðu gott? Ég segi bara gott, þakka þér fyrir boðið. Ég heyrði bara, takk fyrir að koma. Þú ert gamli skóli ríkisstjórnarinnar. Við erum bara að fara að tala mál sem hefur að gera með gamla skóla. Gamla skóla? Já. Og hvað það nú? Það svona engin aumingjavæðing, kulnun ekki til, kynin eru 2, þvíumlíkt. Já. Hvernig líst þér á það? Ég nú svolítið á því að mann kannski ekki að tala aumingjavæðingu. Nú? Heldur að svona reyna að fá fólk til sjálfshjálpar. Já. Og þá kannski ekki leiðin að tala aumingja. Heldur svona að reyna að hvetja fólk áfram. Sko, og ef maður ætlar að ná árangri í íþróttum og öðru, þá byrjar maður ekki á að segja einhversi aumingi, heldur maður með efni við og það einmitt það sem við í flokki fólksins viljum, að við viljum koma fólki á stað og þannig að það tegi sig lengra og lengra. Já, samt ekki, sko, ég held að orðið aumingi eigi við alla einhver tímann, sko. Já, ég held að það alveg rétt. Maður getur verið aumur. Já, en aumingjavæðing held ég að láta fleiri einmitt verða aumingjum og í lengri tíma heldur en ellegar hefur þurft að vera. Og það það sem ég held að við séum svolítið að byggja á í dag, þar sem einhvern veginn að fólk ætlar að fara vorkenna sér til velmegunar og að byggja því að fólk sem að á undan þér voru til voru hvítir rasistar eða óþolandi og hefðu einhvern veginn verið að takast á við svo miklu einfaldari veruleika að þau myndu bara ekki, það var bara ómögulegt fyrir það að skilja svona veruleika ungs fólks og núna eru alltaf að tala um það að ungt fólk búið við svo flókin veruleika og þess vegna eiga allir að vera einhvern veginn að vorkenna sjálfum sér en ég held að þetta valdi því að við séum í rauninu að skerða lífsskilyrði bæði, sko, varðar allt samfélagið en líka þessara einstaklinga og sannfæra þá það að það ekkert sem að þau geta gert í svona málum heldur þau þurfu sálfræðiaðstoð hvert bara áfall sem að verður þeim í vegi. Já. Ég veit úr sammála með, sko. Ég þekki ekki alveg þennan veruleika. Nú á ég börn og innan ungt fólk og ég skynja nú bara svona dugnað og auðvitað verða menn líka að horfa gagnrýnum augum á sumt sem í gangi og það bara hvað börn að borða svona þessum virknislyfjum og frekar að finna svona krökkunum meira viðnám kröftum sínum. Ég sammála því og að það margt sem að skipti máli einmitt að hafa fjölbreytt félagslíf og þannig að það sé reynt að
já, að krakkarnir njóti sín, mér finnst það skipta máli. Taka þeim síman. Síminn bara á ekkert að vera í skólunum og ekki hvorki í grunn eða framhaldsskólum. Það skiptir máli að þannig að fólk einbeiti sér að því. Ég hef líka séð, svona ég hef aðeins kynst kennslu, bara lítilega, og þá hafa maður séð líka að maður fundist sjá það að þegar maður hefur haft verklega tíma að þá ná strákarnir sér oft vel á strik, sem að öðrum kosti bara eru farin að hringsóla með augun upp í loft og út og suður og í tölvuna og þannig að ég held að það verði einhvern veginn að horfa á þá hluti einnig þegar maður alltaf að tala um svona vandadrengja í skólum og það allt. Já, þú varst komið svo vítt með umræðuna. Það miklu skemmtilegra sko. Já, hugsa líka þegar vorum að ræða íþróttirinn áður en byrjuðum. Ég held líka sko núna hefur maður að sjá tölur að testosterón hefur hríðfallið til að sjá karlmönnum í dag og ég held að sko stór þáttur að því sé til að sko ungir karlmenn eru farnir að spila eitthvað svona aumingjasport eins og golf sem náttúrulega bara fyrir ellilífeyrisþega en ekkert eitthvað sem að raunverulega reynir á sko, eru náttúrulega að reyna bara að forðast fjölskylduna til að geta drukkið á sunnudögum. Já, sko, ég alveg á því að það þurfa að vera fjölbreyttar íþróttir. Það ekki hægt að setja allir í fótbolta eða körfubolta og þess vegna mjög mikilvægt að hafa júdó og box og eitthvað og frjálsa fyrir þá sem eru svona einstaklingshyggjumenn eins og þú og einnig ekkert íþrótti fyrir alla. Þess vegna eru svo skátarhreyfingin bara sem heilbrigðu tómstundastarf að það skiptir verulega miklu máli og að reyna að virkja þessi frjálsu félagasamtök og það held ég liður í því að gera bara Ísland betra. Hvernig sérðu þið fyrir sko að þú hugsar út frá þínum svona hugsunum til hvers verði í pólitík? Það var árið 1999 sem ég fór held ég, þá fór ég og skráði mig í frjálslyndaflokkinn hjá Sverri Hermannsinni. Það var nú reyndar aðalega út á fiskveiðistjórnarkerfinu og ég vildi breyta því og vil gera það ennþá. Hvernig viltu breyta því? Nú myndi Stefán að segja að hann það til og með mókundi raskandi á sjálfviður í gennum strandveiðarnar. Já, Stefán Stefán Einarsson. Já, hann tala nú ekki vel um marga en hann hefur mikinn áhuga á mér og það bara eins og það en ég held að ég geti nú alveg dregið fram lífið þó svo að ég færi ekkit aftur að sjó þannig að þetta snýst ekkit um það mitt eigið mína eigin sko hagsmuni? Nei, alls ekki, ég held að það sé ekki þannig. Ég horfa á það bara að það sé hægt að auka frelsið. Við erum að veiða helmingi minna en við gerðum áður og ég á því að frelsið eigi þá að vera sérstaklega í minni bátunum og síðan má mögulega skoða það að hafa fastan fjölda af stórum skipum til þess að það verði ekki offjárfest ekki greinni en við erum ekki að veiða eitt en eitt, þannig að það svo mikið rými núna til þess að auka veiðarnar með við það sem var áður og einnig ef maður skoðar í gögn Hafró að þá það bara ljóst að menn hafa týnt mörg 100.000 tonnum og endurreikna að stofna aftur í tíman. Þannig að þetta bara augljóst mál að það þarf að endurskoða þetta kerfi. Já, ég get ekki rekið þessa tölur á henni þó svo að Heiðrún Lind hefur aftur á móti bent að það að þetta sé svolítið stór hlutdeild en óháð því sko stór hlutdeild af heildaraflanum sem að fara í þessar strandveiðar. Nei, það ekki en það sem aðalatri það að ég tel að þeir sem eru svona minni greinni og þeir stærri að þeir eigi miklu meiri samleið heldur en Heiðrún Lind átt að sjá því að ég held að bæði hvað var það markasetningu fyrir þá SFS að þá mjög jákvætt að hafa minni báta það sem fer í strandveiðar að það ekki nema að gott að það var 12.000 tonn eða eitthvað sem fór og ef þetta á að vera alfrjálst eða vera þessa 48 daga þá þarf ekki nema 5.000 tonni í viðbót og það líka ef maður skoða það þá þetta ekki nema 17.000 tonn og heildaraflinn í ár 204.000 tonn ef það verður farið eftir ráðgjöfunu sem ég vona að það verði rýmkað svo afla heimild þannig að þetta nú ekki svo stærri hlut en svo.
Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En finnst þér ekki lítið skrítið samt að þú sért að standa í þessu, hafandi þína hagsmuni eins og þú varst að nefna? Að þú sért svona bæði það að tala þetta mikið og svo líka setja þetta svolítið á dagskrá, var það þingið? Nei, ég sé það ekki og ég bara vísa til þess að ef að bændur sem á þingi mættu ekki ræða landbúnaðarmál eða lögfræðingar ábyrgð lögfræðinga að sérstaklega það bara ljóst hverju mínir hagsmunir ég á bát, ég hef nú ekki verið drjúgur á róanum, ég heldur hefur mitt starf verið annað og ég einfaldlega að benda á að það hægt að ná miklu mun meira úr auðlindinni heldur en við erum að gera. Hvernig verður þetta núna þingið að byrja að vera að breyta ellilífeyrismálunum, fyrir ekki öryrkjamálunum og öðru sem við kemur því og einhver hafa bent á það að þið hafið mælt gegn þessu á sínu tíma en aftur á móti Inga klappir sér á baki fyrir þetta. Núna hefur eitthvað verið stríkt fyrir það, hafa ekki fengið neitt í gegn á síðasta kjörtímabili. Hvernig ætlið það svona að þrífa ykkur enn að stimpila þið séu bara upp á punti í þessari ríkisstjórn? Ég held að við þurfum ekki að þrífa einni neitt á okkur. Ég held að það sé flestum ljóst í samfélaginu að Inga Sæland hefur sett málefni öryrkja á dagskrá og þau væru ekki í þessum góða farvegi nema vegna þess að Flokkur fólksins hefur sett þau á dagskrá og þetta frumvarp sem það fer núna í gegn vonandi að það hefur verið bætt og sniðnir þeir annmarkar sem að Inga Sæland gerði við það og ég tel einmitt að þetta sé mjög gott mál til þess að virkja fólk á ný. Það það að fólk geti unnið eitthvað, fundið kröftur sínum bara viðspyrnu, fengið einhverja tekjur í stað þess eins og þetta var að fólk hafði ekkert út úr því að fara út á vinnumarkaðinn og mér finnst það skipta máli að fólk geti, ég bara sé það í kringum að fólk sem hefur verið þó það hefur verið bara í svartri vinnu það hefur bara bætt stöðura við það að fá sjálfstraust á ný og bæta hag þess og mér finnst það bara skipta mestu máli þannig að fólk geti þá mögulega komist út á vinnumarkaðinn, farið að bótum og farið þá aftur inn ef að það missur heilsuna. Þetta á mjög við líka einnig á sérstaklega við fólk sem á við andlega vanheilsu að stríða. Það kannski fer út á vinnumarkaðinn og gengur vel, síðan kemur eitthvað áfall og þá það lengi að komast inn aftur í kerfið. Þannig að ég held að við sjáum bara til hvernig þetta kerfi kemur út. Ég bjassinn á það að það verður bara hagstætt fyrir samfélagið en eins og önnur kerfi, þá verður það bara að koma í ljós hvernig það, hver framvindan verður. Já, þetta verður spennandi. Hvað ætlið fleira svo dagskrá? Núna eins og segi, þið eru búin að sjá til þess að sjallanir geta ekki rofið lýðræður og sambandi og þið tróðið bara 71. ofan í kokið að þeim ef þeir eru með eitthvað kjaft. Hvernig sér þetta fyrir þeir spilast núna? Heldur að, þú veist, þegar þeir eru náttúrulega að fara í það náttúrulega reyna þykjast vera að benda á einhverja vankanta en vita það náttúrulega allir eru bara að fara að slá annað Íslandsmet í málþófi. Það náttúrulega ekki hægt að hafa svona lýðskrumara og bullara inn á þingi. Það var bara, ef að 71. grein þarf að vera virkið, þannig að bara gerum við það. Ég held að það sé komin annar þrýstingur núna á Sjálfstæðisflokkinn. Sé búin að fullorðnast? Nei. Það að koma kosningar bara í næsta vor. Og það lítur ekkert vel út ef að menn ætla að halda þinginu í einhverju málæði út í eitt og ég held að það muni setja þrýstinga á að hlutinni fari í rétt horf þannig að ég vil allavega sjá til hvort að menn sé ekki tilbúnir í svona
betri umræðu og það auðvitað þannig hvað sem okkur finnst ríkisstjórnir eða yfirstjórn í húsfélagi að þá verður eða meirihluti í húsfélagi, þá verður auðvitað meirihlutin að ráða endan. Það getur ekki verið einhver einn sem að koma í veg fyrir að opnin í ganginum að hann sé ekki lagaður. Þannig að það leki bara í gegnum kerfi á húsinu einhverja 20.000 í hverju mánuði. Þannig að eða þá að það sé ekki gert við þakið og ég vonast til þess að bæði Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn að þeir átti sig á því að þetta er ekki ásættanlegt ástand að engin mál komist í gegn út af því að menn séu með stöðugt málaði og ég vonast til þess að það þurfi ekki að fara að beita 71. grein en það eðlilegt að gera það. Hún þarna til þess einmitt að bregðast við svona ástandi. Þannig að mín skilaboð til forseta þingsins það að vera ekkit feimin við það. Bara nota hana ef þeir geta ekki hagað sér eins og menn. Jú, en ég svona bjartsýnn á þetta vegna þess að við erum að koma inn í kosningar þar sem kjósendur vítt og breitt landi geta sagt sína skoðun á ef að forystaflokksins ætlar að halda áfram á þessari braut. En á það að þurfa. Lýðræði vann, þeir eru með meirihluta, með drjúgan meirihluta. Þeir eru bara pökkuðu sjálfum saman sem greinilega ekki ennþá búin að gera sér grein fyrir þeir töpuðu. Þannig að finnst þér ekki að þú tala voðalega kurteislega þetta en ég meina segðu bara það sem raunverulega finnst auðvitað var þetta áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn en menn verða líka að kunna tapa, það þekkir þú og fara þá bara heim og æfa og koma betur undirbúin næst. En það þýðir ekki að vera bara grenjandi eftir leikinn, bara út í eitt. Og það bara eins og maður horfir á það Já, hvað en fleiri mál hvað þegar vorum að tala þína hugsjón hvað mál til þurfa helst að setja dagskrá hvað þarf að taka til hendinni það þarf að gera ýmislegt og við þurfum auðvitað að taka til hendinni víð í samfélaginu og það má taka bara flest mál fyrir og það erfitt að segja eitt frekar en annað auðvitað þurfum við að taka á útlendingamálum og þannig að menn séu ekki hér að koma í hópum og fremja afbrot og menn fá ekki sé ekki brottvísað leið og komi í veg fyrir að menn séu hér inn í landinu og við þurfum líka að taka bara í mörgum málum það menntamálin og mörg mál sem þarf að bæta og auðvitað gerum við stjórnmálamenn eitt og höfum einhver áhrif út í samfélagi en ég held að það þurfi líka ef að nást góður árangur í menntamálum að svo umræða nái líka inn á heimilin þannig að þau mál séu sett í forgang hjá börnunum sjálfum. Já, en útlendingamálin eru alfarið í ykkar höndum. Núna var að koma einhver skoðanakönnun, ég sá það bara á Vísi, ég náði ekki að skoðana nánar en það var að tala það 80% vildu taka svolítið til hendinni þar. Sér þú fyrir þér að ríkisstjórnin muni koma til með að treysta þjóðinni eða var það útlendingamál? Hvað áttu þá við? Bara að treysta þjóðinni í því að kannski spyrja þjóðina. Við erum ekki feimin við að spyrja þjóðina það hvað þau vilja gera í útlendingamálunum. Við erum með núna frumvarp. Það þá sem komst ekki gegn síðast einmitt sem snýr að því að brottvísa þeim sem hafa hlotið hæli hér úr landi og síðan þurfum við að ná bara fram opinskárri umræðu hlutina til dæmis aðlögun ákveðnar hópa að samfélaginu og ég á móti því til dæmis að við eigum að aðlega okkar sjónarmið eða okkar hegðun að einhverjum sem eru komnir hér inn í landið. Þú vilt ekki inngilda? Ég vil inngilda ég átta mig ofta ekki alveg á þessu orði en mér finnst bara aðalatriðið að halda áfram í Íslands samfélag og við látum okkar gildi ráða og förum ekki að sveigja okkur af einhverjum gildum sem að ég vil bara segja að vera fórnarskjölu gildi. Já, þú vilt ekki byggja nýja Moskvu til dæmis? Ég vil allavega ekki að menn komi með þau sjónarmið sem að tilheyra svona fórnarskjölu viðhorfum inn í jafnréttisumræðuna og málfrelsið
og fleira, að megi ekki hér hérna til dæmis eins og menn orðnir smeykir í nágrannaríkjum að teikna Múhameð og þannig að ég held að við þurfum að vera svolítið klár á okkar gildum og halda fast í þau. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, það voru með Charlie Hebdo og Aftenposten, þar sem voru framinn hryðjuverk gagnvart þessum hópum sem voru að teikna Múhameð. Og við sjáum líka hérna eins og þetta hefur þróast í Danmörku og hérna formaður samfylkingarnar þar að einmitt að reyna að snúa ofan af með búrkubanni og tala opinskátt það að hérna láta hlutina ekki fara í það far eins og hefur gerst á öðrum Norðurlöndum. Búrkan er bönnuð víða í Miðausturlöndum sko, þannig að það er einmitt einkennileg umræða, það mátt ekki hafa hérna, hulið fyrir vitunum þar, en hérna einhvern veginn þurfum við að vera. En við erum ekki fann að sjá þetta hérna mikið, en hérna, mér finnst bara að ég tek þetta sem dæmi, að við þurfum að vera svolítið klára á því að halda með okkar gildum og halda með okkar tungumáli og mér finnst það til dæmis miður að hérna, þegar maður kemur inn á veitingastæði, að það maður þá varla afgreiðsla á íslensku. Og mér finnst að við þurfum að setja þá kröfu fram, ekki bara stjórnmálamenn heldur þá bara almenningur í landinu og mér finnst það bara strax betra að þegar að maður fær afgreiðslu á svona bjagari ensku að menn þó þakki fyrir sig á íslensku og noti þá hérna, hvað að segja, maður finnur að það sé verið að reyna en eins og þetta hefur þróast að þá bara á enskan orðin svona einhverju leyti þjónustu mál á veitingastöðum og svona. Mér finnst það að vera óásættanlegt og ég styð þess vegna alveg heils hugar að í þjónustu störfum eins og í leigubílum að það séu þeir sem að séu þeim hérna, þeirri þjónustu að þeir tali íslensku. Nú var taxihundur að birta hérna myndbandi í gær þar sem var maður sem hann sagði allavega að veri bannaður á leikstöð að hrækja á hann og fleira fyrir það að taka myndband á honum. Þarf ekki að taka eitthvað í handbremsuna þannig að ég safi að fyrst að hérna, sjálfstæðisflokkurinn gat ekki tekist á við þetta og aðrir flokkar þannig í síðustu ríkisstjórn. Ég safi að náttúrulega bara eitthvað brandara fyrirtæki. Akkur eru þið ekki að rífa þetta í gang? Ég meina þú ert að hérna, talar svona hástert það að þú eru að taka til í þessum málum. Þið eruð með ákveðin svona, hvað þú segja, prinsip og hreinu, þið töluðu gegn þessu á sínum tíma en núna þetta farið komið í óefni. Nú eru því í ríkisstjórn, akkur ekki búið að taka safi á teppið og gera hreint fyrir öllu þessu rugli? Þetta á borði hérna, Egils Ármannssonar, það það leigubílamálin og hann með frumvarp sem var fyrir síðasta þingi og verður dregið aftur upp úr skúfunni vegna þess að það fékkst ekki í gegn út af þessu málæði sem var á þinginu og það tryggja hér öryggi fólks. Þannig að menn séu skyldir til að vera á einhverju stöðum og það sé hérna, hvað var að segja, ferlar ökumanna séu skráðir og þetta... Verður ekki að krafa íslensku kunnáttu í þessu starfi? Mér finnst það að vera rétt. Heldur að Eyjólfur finnst það rétt? Örugglega og þá bara að ná því í gegn. Það bara á að vera sjálfsögð krafa þeir sem eru þjónustustörfum á Íslandi að þeir tali íslensku og hérna þannig það í Noregi og ég held að það sé bara liðurinn í því líka að ýta fólki áfram í það að læra bara þessi einföldu hugtök. Þetta á ekki að vera eitthvað mjög erfitt til ég vera. En varðandi Isavia þá það fyrirtæki sem að ég tel að þurfi að skoða út frá öðrum þáttum. Nú? Já, ég held að það komið, það dótturfélag, þeir eru með dótturfélag sem heitir Isavia innanlands, það ríkisfyrirtæki sem heitir Isavia, sem síðan með dótturfélag, Isavia innanlands, sem rekur meðal annars varaflugvöllina. Og mér finnst eðlilegt að hérna,
mér finnst ekki eðlilegt að ríkisfyrirtæki sé með dótturfélag og ég tel að það hafi meðal annars verið gert farið í þann far til þess að undirbúa einkavæðingu á Leifsstöð, taka þessa vondubita út og gera þetta söluvænlegt. En ég held að það sé mikið óráð að einkavæða eina hliði nánast út í heim. Hvaða praktísku áhrif hefur þetta? Það hefur haft áhrif meðal annars að varaflugvellirnir hér, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaðir, að þeir hafa svolítið setið hjá. Og mér finnst þá bara ef að á að vera sérstakur rekstur utan það, að hann fari það út á land á Akureyri. Já. Hérna höldum okkur við íslenskuna. Núna hefur, eins og segi, Snorri Másson meðal hans verið að setja þetta alltaf dagskrá. Hann hefur fengið bátt fyrir, reyndar ekki bara fyrir það, heldur telur hann að kynin séu 2, sem náttúrulega dauðasynd. En hérna, sko, hvernig sérðu fyrir þér, ætlum við að skikka, ætlum við að banna allir með skilti sem eru á íslensku, ætlum við að fara að banna RÚV að þýða fréttir yfir á ensku og pólsku? Hvað sérðu fyrir þér í þessu? Því að ég meina að einhverja leyti hægt að skikka fólk til þess að læra tungumálið, en það mun þá vera einhvers konar fórnarkostnaður fólgin í því, meðal annars að fólk hefur kannski ekki alveg sömu tök á því að fylgjast með fréttum eins og þeir pólverjar sem að fylgjast með RÚV og pólsku, sem enda gera ekki út af því að þeir fylgjast bara aðalega með pólskum fréttum eins og hefur komið fram, en eins og með ensku og annað. Hvernig sér þetta fyrir? Erum við að fara að banna hluti, var þessi mál til þess að verja málið? Ég held bara þessi umræða sem við erum að hafa hér og líka þessi Snorri hefur verið að segja að ef við fáum meiri skilning fyrir þessu og fólk sem eru kunnar og viðskiptavinir fyrirtækja gera þá kröfu. Við breytum ekki samfélaginu bara með lögum og reglum, heldur líka með umræðu og þessum þætti eins og þú ert með. Ef við komum þeim skilaboðum út í samfélagið að þetta sé ekki sem er ákjásanlegt fyrir reksturinn að búa við það að fólk geti ekki einu sinni þakka fyrir sig eða sagt næsti eða bara svona þessi lágmarks kunnáttu að þá held ég að það skipti máli en og fyrirtækin mættu alveg hugsa þetta að höfða einmitt hafa svona jákvæða nálgun á málið. Það sé ekki bara leyst með lögum og reglum. Já. Þetta ekki sammála því? Við að vilt þú lögbinda? Ég veit það ekki, mér þykir mjög vænt málið, Ég veit líka, það eitt í þessu sem svolítið bjagað eins og með útlendingaumræðina, að bæði það að viðhorf útlendinga til hælisleitendamála miklu hægri sinnaðri heldur en almennt Íslendinga og þetta eitthvað sem ekki rætt. Það jafnvel múslimar sem að kvarta mjög mikið yfir mjög öfgafullum sjónarmiðum sem að koma frá ákveðnum hópum sem að ræða það mjög opinskátt þrátt fyrir það að það sé ekki mikið talað það. Reyndar var ég með síðast Núruna Kalihar, ég nægilega man aldrei hvernig ekki segja nafninu nákvæmlega, en hún var í þætti þar sem hún var að tala það að sjónarmið ungra múslima væri til dæmis mjög varhugaverð gagnvart samkynhneigð og gagnvart hlutverki kvenna í samfélaginu. En það almennt séð múslimar sem að kvarta mest yfir útlendingaumræðinu út af því að þeir vita alveg að ef að þetta fer illa að við erum einhvern veginn of meðvirk gagnvart svona öfgafyllstu sjónarmiðunum að það mun það koma til með að bitna á þessum einstaklingum. Ég þarf ekki að ræða viðhorf Pólverjana í þessum málum en við erum alltaf að tala útlendingaumræðin þarf að vera á einhverju ótrúlega meðvirkum nótum einhverja Ég er alveg sammálaður með þetta að tökum bara leigubílinn aftur á hverjum bitnar ástandið verst þarna í Leifsstöð. Jú, vissulega kemur það illa við þessa mexikónsku ferðamenn sem urðu undir skottlokkinu en svo það hinhópurinn. Það eru leigubílstjórar sem eru bara að vinna samviskusamlega, tala íslensku, eru hjá Hreyfli eða einhvers öðru stöð og hafa allt sitt á hreinu en eru litaðir. Þetta ástand gerir þeim erfitt fyrir og ég held að það sé mjög mikilvægt að eiga hreinskipta umræðu þetta og ef við skoðum bara viðhorfin sem hafa komið fram
bæði hafa meðal viðhorfskannanir í Bretlandi sem hafa komið fram hjá sjónamið til samkynhneigðar, til kvenna og allt það hjá múslimum, að þá það eitthvað sem að ég myndi segja væri bara vandamál. Það alveg augljóst að það eru þarna sjónamið hjá stórum hluta sem að samræmast ekki vestrænu gildum. Og þá þetta meirihlutinn sem að kannski hvort það eru 60-70% sem að vilja ekki koma á sjaríalögum. Þetta sjónamið sem svona ofan á, það setur þann hóp í vanda og einnig konur og mögulega hefur maður nú séð kenningar það að í Bretlandi að þá muni breytingi þar í samfélaginu koma frá ungum konum sem að sætta sig ekki við þau sjónamið sem að eru allt og ríkjandi í þessu menningarheimi. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, svo hefur einhver nú bent á að það séu samt oftast konur sem eru svona að tala gegn þessum sjónarmiðum sem þú ert að tala um. Ertu að tala um hér á Íslandi? Hér á Íslandi og annars staðar enda líka. Já, en þetta að breytast og við sjáum það náttúrulega bara eins og í Danmörku og þar formaður dönsku jafnaðarmann, hún ræðir þetta óbeskátt og ég held að það sé bara bara mjög gott og jákvætt og fyrir okkur í umræðinni sem að viljum ná þessu tali upp að þegar maður bendir á það að þessi umræði sé farin að stað á hinum Norðurlöndunum að þá gerir það svolítið það gerir þeim erfiðara sem vilja bara flauta hana út af borðinu og sem bara vilja bara alls ekki snerta á þessu og eru tilbúnir að taka upp á rasista kortið en með ræða þessa hluti. Já, þú hefur ekki áhyggjur af því að vera kallað rasista af þessum hópum? Nei, það ekki. Þetta bara svona eins og maður segir, sko, ég ekki að stela í búðum og ef einhver kallaði mig búðaþjóf, þá snertir það mig ekki. Ég veit það. Já, en nú erum við samt, sko, þú fylgdist örugglega með þessu fári Snorra Mássonar fyrir ekki svo mörgum dögum, þar sem hann kom fram í Kastljósþætti. Svona með öðru auganu. Já, og ég sá þú alveg froðufeldir á Facebook og sagðir að Snorri Másson væri í rauninni bara smámaður sem að væri að koma fram með mjög, þú ert hann forneskjulegar hugmyndir, hann viðbjóðslegar forneskjulegar hugmyndir gagnvart því hvernig við viljum haga menningamálum varða transfólk og annað. Nei, ég var ekki að froðufella, sko. Ég efnislega sammála. Hvað fannst þér þetta mál? Ég efnislega sammála Snorra það að séu bara 2 kyn en svo verðum við auðvitað að segja hlutina bara að þannig að þetta eru þeir sem að hafa þessar tilfinningar eða kenndir að vera í röngu líkama og verðum við líka að bera virðingu fyrir því og nálgast þá bara aðila með bara skilningi og nærkjarni og ég held að það sé megi málið og það flækist ekkert fyrir mér að gera það til ég vera. Nei, það sem að, ég sammálaði, sko. Ég líka, ég tel alveg að fólk geti breytt kyninu sínu þannig, sko, eða allavega þannig að það komi fram sérstaklega frá svona félagslegu sjónarmiði, sko. Ég geti komið fram við eins og konu og það truflar mig ekki neitt ef það biðlað til mín að viðkomandi telur fýsilegast að ég ávarpi en þegar þú ert komin í það, sko, að aðrir megi ekki tjá sig þessi máli að þurfa einhvern veginn að vera í hnipri innan í sturtu, sko, með útvarpið í botni til þess að geta sagt ákveðin orð, að þá tel ég að það sé mjög óeðlileg framvinda varðar bara svona heiðvirt samtal þessi mál, sko. Já, þetta ég meina ég þekki það bara í raun, þetta eru kenndir sem að fólk með og maður má heldur ekki vera tala það eitthvað niður eða þetta bara svona og við verðum bara að virða það en það sem ég hef sett svona ákveðin svona fyrirvara gegn og ég fylgdist nefnilega með umræðinu 2019 þegar að umræðinum frumvarpið kynrænt sjálfræði kom fram að þá var á sama tíma var sænska ríkisútvarpið
að fjallum þessi mál með gaggrínum hætti. Það var það að þegar að krakkar eins og á unglingsaldri að þá kom oft einhverja svona ranghugmyndir og eða eitthvað álíka og það var búið að setja upp einhver svona teymi til þess að leysa úr þessu og þú gast bara farið inn í þetta teymi og þá varstu bara leiddur á þessa braut að nánast að fara og skipta kyn og laga hlutina og það hefur komið fram umræða í sænska ríkisútvarpinu svona þættir og víðar þar sem að þessi hlutir hafa verið gagnrýndir vegna þess að hefur komið upp að fólk sem hefur farið á þessa lest að hafa séð eftir því og þess vegna ég ekki fylgjandi því að ungmenni fari í aðgerðir sem óafturkræfar. Nei, þetta eins og segir. Þetta ekki mitt baráttumál í stjórnmálum, sko. En, þú baðst mér sérstaklega að nei. en þetta að því að maður ekki heldur að fara í einhverja haturs stimpil sturtu ef maður fer að ræða þetta en svona en það nauðsynlegt að tel ég að ræða þetta að einhverju marki og þá verður maður líka að gera það með svona ákveðni virðingu gagnvart þeim fólki sem hefur þessar kenndir. Já, eins og segi, ég held líka að Snorri sé ekkert að hata einn. Nei, ég veit ekkert það en þetta bara En finnst þér ekki alltaf skrítið þá hvernig svona brugðist við á hinnum ýmsu sviðum varðar þetta mál þegar að þetta kemur fram út af því eins og þú ert að benda á þó svo að þú gerir það eins öðruvísi þá ertu í raun að segja efnislega þið sama þannig ég gerir ráð fyrir því að fólki mæti fyrir utan heimahöðu með pískurinn sko og sérsveitina. Nei, ég regna nú ekki með því en það kemur í ljós, alls ekki sko. Nei. Fjárlög, það var verið að kynna þau Seðlabankinn hefur bent á það að aðhaldi sé ekki nægilega mikið. Það talað það að fólk úr flokksins muni telja svona, hvað ég að segja reyna að telja ríkisstjórninni trú það þurfa að auka ákveðin fjárútlát til ákveðina málaflokka. Hvert svona viðhorf Kristrúnar og Þorgerðar gagnvart því sem Inga Sæland að færa fram? Heldur þau muni ná einhverju gegn? Heldur að sko þú veist alveg hvernig stemmingin skilurðu. Daði kemur fram og segir að það leiðilegt að Seðlabankinn sé ekki að sjá það sem við erum að sjá varðar hagræðingartillögur og fleira. Já, ég reyndar telja sko, það nú svona hvar maður á að byrja á þessu. Mér finnst nú bara vaxtastefna Seðlabankans vera farin að bíta í skottið á sér og auðvitað fer þessi kostnaður, vaxtakostnaðurinn, hvort sem það fyrir þá sem að leigja út húsnæði eða með fyrirtækjarekstur hann þarf einhvern veginn að það þarf einhver að greiða hann og þetta orðið það hátt og langt umfram verðbólgu að þetta mun á endanum þá einhverju liti bitna á verðlaginu þannig að ég held að áðurinn að Seðlabankastjóri fer og einhverja sverar yfirlýsingar gagnvart ríkisstjórninni þá ætti hann svolítið að líti í eigin barm hvað það varðar hvort hann sé ekki komið með þetta vaxtastig svona úr takti við það sem að gerast og hvort það sé raunverulega það sem að vilja að ná fram hér samdrætt á Íslandi sem ég ekki sammálun en svo ef við lítum á þannig hóp sem við í flokki fólksins sem við vilja bæta að þá þetta ekki hópurinn sem að ýta hér undir mikla þenslu þannig að þetta nú bara til þess að fólk fyrir reikningunum og matareikningunum þannig að mér finnst það að vera svona svolítið menn horfa í þann þáttinn sko. Já, ég meina tilvistar kannski ekki endilega eða ekki endilega sko þenslu hvetjandi en aftur á móti þá þetta stóri póstar þegar að minnst hnikað, það að segja að þetta rosalega stórir hópar sem því það minnsta svona aðstoð kemur til með að hafa aukin áhrif varðar þenslu, þannig að ég held að Seðlabankinn muni horfa til þess að ef að það mikið verið að koma til móts við það hópa sem að helst ykkar svona kjósendur að þá mun það vega þyngra heldur en svona flest allt annað. Já, ég hef ekki ágjörð þessu. Mér finnst bara skipta máli að við sendum út réttu skilaboðin og það sem að að það sé aðhald og menn
til fyrirtækjana að gera 1 króna 2 og mér finnst það skipta máli og ég held að þetta sé bara á réttri leið. Þurfum ekki bara að lækka skatta hérna? Sko, maður lækkar skatta ef maður tekur ákvörðunum inn í útgjöld og það sem við erum að stefna núna að það er að ná niður vaxtakostnaði og þá mun það auðvitað koma ríkissjóði betur og bæta margt. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. En þið samt sko, já ok, en þið voru samt að koma fram með ákveðið frumvarp það hvernig á að koma til móts við öryrkja og þá sem eru sérstaklega að fá greitt frá svona tryggingasjóði, endurhæfingarlífeyrir og annað. En það leið ekki klukkutími þangað til að forsvarsmaður eldri borgara var komin og sagði ætlaði að skilja okkur eftir. Þannig að þið eruð komin í ákveðna stöðu þar sem að höfrungarhlaup þessara hópa geti jafnvel valdið því sko, svo eru kjarasamningar eftir ekki svo langa tíma. Þið eruð í mjög skrítinu stöðu varðar allt svona þenslumörk sko. Það auðvitað bara komið í ljós en við erum allavega að stefna mun betri stöðu heldur gert var ráð fyrir og auðvitað þegar maður er að ná hlutunum í rétt átt, hvort sem það er vegamál eða ná vöxtunum niður eða þenslunni eða hvernig maður horfa á þetta að þá gera maður hlutina svona yfirvega, stefna í ákveðið mark og ég held að við séum á réttri leið. En það gerist ekki allt bara 1, 2 og 3 þó svo að Ísland sé vissulega lítið hagkerfi og ef að við myndum er svona eins og spýtbátur við getum gefið hratt í og ef við tökum stefnuna er rétt og geta hlutin gerst hratt en við þurfum að búa til ákveðna stemningu fyrir því og ná niður vöxtunum og mér finnst þessi ríkisstjórn vera trúverðugri heldur en sú sem lét að völdum á síðast ári og ég er bjartsýnn á framhaldið. Telurðu að þessi svona viðbóta kjör sem öryrkja fengu hafi verið sanngjarnar eða telurðu að ellilífeyrismálin eigi að núlla þetta út líka? Mér finnst kannski það sem að skipti máli í þessu er að fólk geti unnið einhverju leyti og bætt kjör sín og á þess að það leiði stöðu til skerðingar og sama á þetta við eldri borgarna. Það er frítekjumörk reyna þess að hækka þau og tryggja það að þeir sem eru með lægstu kjörin að þau lægist. Væri þá ekki hægt að eiga einhvers konar samtal kulnun sem ég veit að þér finnst alveg galið fyrirbæri. Ég meina þegar þú varst ungur maður og kannski aðeins eldri en það að þá var ekkert kulnun í boði. Nú aftur móti er þetta bara eitthvað sem er eins og að labbin í sælgætisbúð að fara á vinnumarkað þar sem þú getur bara unnið eins mikið og þig listir og svo ferðu bara í kulnun og ferðu og sækja þig svarta vinnu og hefur það bara gott. Já, þetta er ekki eitthvað sem að... Þú ert sammála mér, sko, þú verður að vera með mér í þessu. Ég er ekki skil þetta bara fyrir bara ekki. Kulnun? Nei, ekki alveg. Og það er þetta er ekki eitthvað sem að ég held ég veitt ráðleggingar Nei, ég bara Hvað er þetta svarið? Ég get ekki sagt annað, ég bara... Nei, ég meina, þú veist, við vitum bara að þetta er náttúrulega ok og ég veit að þú ert inn í þeirri nefnd sem að meðal annars kemur inn á þetta. Ég meina, þetta er risapóstur inn í ríkiskassanum og þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað svona hugtak sem að var kynnt og svo er náttúrulega komið bara risa lobbyismi í kringum virk og annað til þess að viðhalda þessu og til þess að auka þetta en við einhvern veginn, þetta þykir einhvern veginn svona feimnismál sem er ekki hægt að ræða þetta er ekki feimnismál eins og raun ber vitni Nei, ég hef eiginlega ekkert við þetta að bæta ég skil þetta ekki, ég bara sá tölur frá Reykjavíkurborg og það sem að þetta var gríðarlega mikill peningur sem fór í þetta er sko galið
Já, en þetta er eitthvað sem að ekki bara á mitt sérsvið Það er ekki að þeir sérsvið, þú ert í pólitík, þú ert á einhverju afstöðu, það Ég- er ekki að segja ég- við þurfum að ég- umræða þetta, ég vil vita hvað þér finnst að þú veist, þetta er reisapóstur inn í öllu sem við kemur ríkisfjármálunum sem að þýðir Hvað er þetta stórt, segir Ha? Hvað er þetta stórt, segir Þetta Ég sá er einhverjum einhverja milljarðar, sko. Ég sá einhverja tölu frá Reykjavíkurborg Já. sem að voru svakalegar og Hvað var þetta mikið? ég ætla ekki að fara með einhverja tölu sem ég man ekki alveg nákvæmlega. Ég hef líka skoðað, ég man ekki alveg þörna, þetta eru En milljarðar. þetta finnst mér bara að vera óskiljanlegt og mjög erfitt að ná utan um þetta. En hvað finnst þér óskiljanlegt? Að þetta sé svona mikið Þetta sé svona mikið. að fólk sé að fara í þetta? Já, og líka að því maður máta sig stundum inn í hlutina og þegar maður allt gengur á móti manni og allir maður líður ekki vel í vinnunni, að þá er kannski ekki alveg svarið að fara í 3 mánaða frí, en auðvitað við vissar aðstæður að þá getur það verið réttlætanlegt og þegar að fólki kannski lendir í einhverjum áföllum og svoleiðis, en þessar tölur koma mér óvart. En það er líka bara, þú veist, þegar einhverjir krakkaskítar eru nýskriðnir inn á vinnumarkaðinn, ekki með börn og ekki með, þú veist, neitt að takast á við eitthvað svakalegt, er bara orðið svo rosalega þreytt á því að vera að skrolla TikTok og sjá hvað allir eru að bera sig saman við eitthvað, akkur ég ekki tenni, fer bara í kulnun og svo eins og þú veist, ég sé bara að þér hérna, þú ert að skelfa beinunum, bara með það að ræða þetta. Nei, og alls það ekki. er galið. Nei, þú veist, þegar maður verður að hafa eitthvað hlutin að segja, þetta er eitthvað sem ég skil ekki og erfitt fyrir mig að skilja. Til að skilningsleysi sé aðalega vandamála í þessu, heldur að það sé eitthvað svona að þú veist út af því að fólk utan á landi býr ekki við þennan munað eins og við hérna, en ekki eins og höfuðborgarsvæðinu. Nei, sko ég ætla ekki að segja til það, en það er líka, þetta hefur komið upp í stofnunum út á landi að það fer stór hluti af að fólki fellur úr vinnu út af einhverju. Það er, ég veit ekki, einhver nefndi skólakerfið og það getur líka verið bara að sé það erfitt ástand að ná utan agamála að fólk treysti sér ekki og missi móðinn, sko. En þetta er eitthvað sem þetta þarf auðvitað að skoða. Já, ég held að kulnun sé til út að hún er í boði, sko. Það getur verið að einhverju marki, en það er líka ef að vinnustaðir eru mjög erfiðir. Þá ættir að skipta vinnu. Jú, en það er bara... Við rekum ekki vinnumarkast. Jú, en ég meina að það getur líka verið að menn þurfi, ef þetta er inn í skólum, að skoða aðstæðu þar, agamál og fleira. Þannig að það er erfitt að segja bara kulnun er eitthvað sem er leti eða einhver undansláttur, heldur getur verið einhver raunveruleg vandamál þar að bæta. Það hefur alltaf verið fyrir hendi, sko, að fólk hefur á ganginum áföll og fær frí og vinnu. Það hefur alltaf verið fyrir hendi. Við köllum það bara ekki kulnun og við vorum ekki með einhverja endurhæfingar lobbyisma til þess að takast á við það, sko. Ef þú varum að spurja mig lunda eða fisk, þá get ég kannski svaraði, en þetta er ekki mitt sérsvið, sko. Nei, við getum ekki bara verið að tala um þín eigin hagsmuni, sko. Nei, þú skilur hvað er að fara. Þetta er viðkvæmt mál og þarna erum við að ræða örugglega eitthvað fjölbreyttar aðstæður sem að varða ákveðna vinnustæði sem að þurfum við jafnvel að laga. Einhverju leyti þá getur við fólk verið að það sé bara að sleppa úr einhverju og inn í frí, ég meina það er margt, en fólk sem er í vinnu sem er metnað fyrir, það er ekkert að hlaupa úr því í einhver hálft ár. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Við sjáum hvernig tilkvæmdi verð. Menntamálin, agamálin, hvað ætlið að gera þar? PISA verður verra og verra. Engum ráðherra tekst einhvern veginn að takast á við það. Það er búið til einhver svona dellukerfi eins og
var gert á síðustu kjörtímabilið þar sem við fórum yfir í einhverja alls konar liti og alls konar bókstafi og við einhvern veginn svona Kristoffer Hitchens kallaði þetta infantilization, við erum einhvern veginn að barngera allt, gera bæði sko háskóla stúdenta að börnum, við erum að gera framhaldsskóla krakkaða börnum, það þarf alltaf að mata allt ofan og gera einhver óskilinleg kerfi utan um þetta allt. Þarf ekki Guðmundur að taka í handbremsuna á þessu? Hann nú að, held ég að leggja áherslu á símamálin, ég held að það skipti máli og svo ávonast til þess að við fáum hér fleiri svona verkefni í fleiri skólum eins og kveikju neistan, þannig að eftir 10 ára náma þá geti fólk lesið sér til gagns, held að það skipti máli og svo örugglega hægt að gera fleira, margt sem hægt að gera og ég held að menn leysa þetta ekki allt með lögum og reglum heldur með umræðinu og að foreldrar seti þessi mál í svona forgang og reyni að í bara fjölskyldulífinu að virkja foreldra og svo má mögulega koma á betra samtali eða skýrara samtali á milli framhaldsskóla og grunnskóla ef að kemur í ljós að börn sem að koma úr ákveðnum grunnskólum að þau skil ekki hugtak eins og 1/3 eða eitthvað álíka að það sé, þetta raunveruleiki að það komi þá svona skýr skilaboð að fara yfir ákveðna þætti síðan líka fleira sem að þarf áskoranir, tæknin að hún ekki bara til góða eins og gervigreindin, þetta orðið áskorun fyrir kennara þegar koma stílar eða verkefni sem þarf að skila inn að þá stytta sumir sér leið eins og maður hefur nú kannski gert á sínum tíma og bara láta gervigreindina skila ritgerðinni sko og þetta eru þættir að það líka að útskýra fyrir krökkunum og selja þeim námið, þetta skiptir máli að koma því inn í umræðina. Við erum aldrei að vinna ein, við þurfum að koma efni frá okkur, hvort sem það með rituðu máli eða tölu og þess vegna skiptir íslenskan og tungumálin, þau skipta verulega miklu máli, ekki bara geta list úr einhverjum starffræðiþrautum. Þannig að einu sinni vorum við blað og blýant. Já. Þurfum við ekki bara að fara í það? Tölvan var nú ekki komin inn í grunnskólan þegar ég var það sko. Nei. Hún var í grunnskólanum þegar ég var. Já. En það var ekki verið að tala um einhverja spjaldtölvur og aðra dellu. Nei. Já, spjaldtölvan og já. Það við farið að stað með svona verkefni þegar kemur nýr búnaður en svona að fólk geti lesið, geti komið frá sér efni og hafi tilfinningu fyrir hlutvöllum. Það skiptir verulega miklu máli. Ert þú sammála með að eftir svona 10 ár þá munum við álíta það sem svo að það rétta barni síma og gefa ungu barni síma síðan svo að reka filterslausan kamel upp í... Nei. Ert það ekki sammála því? Nei. Heldur að börni að vera með síma? Já, ég held að en það þarf að vera þannig að það sé einhver vit í því sko, það ekki hægt að hafa bara börn með síman og alveg stjórnlaust heldur að það bara mjög hentugt fyrir börn að hafa síma, það þarf að sækja á bóksaðingar og þá gott að geta tekið upp síman og látið sækja sig og svo þarf að skutla hingað og þangað í höfuðborginni, þannig að þetta nú kannski ekki eins og út á landi þess að hún labba bara á milli körfuboltaæfinga og skólans og heimilisins en ég tel að það þarf auðvitað að vera bara eitthvað aðhald á þessu tæki. Hvernig, það kannski stjórnmálamenni, tala kannski með þessu foreldri. Ég sko einhvern veginn held að við munum horfa til þess að snjallsíma allir fyrir ung börn sé bara eitthvað svona fyrirbæri það sem við algjörlega mistum vitið sko. Já, má segja sko þegar þau eru komið með leiktæki og eru bara í leiktækjunum en þá út í eitt og jafnvel í tímum það auðvitað eitthvað sem ekki hægt að sætta sig við sko og ekki gott uppeldi og líka þessi leikir eru nú margir svona allavega og auðvitað það kannski bara eins og og ég leik með tindátum og núna eru menn að skjóta niður gameskip og að krakkarnir og jafnvel í einhverjum ennþá
jafnvel í einhverju hryðjuverkum sko, í þessum símum sko, og þannig að ég held að það sé gott að hafa eitthvað aðhald á þessu. Já, ég heldur enda sko að hérna töluleikinu séu ekki helsta vandamáli hérna sko, ég held að töluleikir þó svo reyndar að sumi kallið þetta íþróttir sem náttúrulega alveg kostulegt sko. Já. En hérna ég held að upplýsingarneyslan séu miklu frekar slæm sko, við erum að sjá meira bara ofbeldi inn á þessum miðlum, ofbeldi haldið að krökkunum. Menna ef að þetta væri einhvers konar taktísk sko leið annarra ríkja til þess að eyðileggja ungt fólk, að þá það bara nákvæmlega svona. En hérna, ég held að það sé langversta, ég held að sé upplýsingarneysla á samfélagsmiðlum og það að ungar stelpur og strákar séu að bera sér saman við vini sína með einhverjum svona, ég veit ekki hvernig orða, einkennilegum myndum á samfélagsmiðlum. Ég held að það sé miklu frekar vandinn heldur en eitthvað svona, það skjóta gameskip og eitthvað hannig. Nei, þetta er... Hefði þú ekki verið bilaður ef þú varst til samfélagsmiðla þegar þú varst, svona 15 ára? Veit það ekki. Ég bara þakka Guði fyrir það, maður var ekki með þetta. Ég bara, það er svona erfitt að segja til það, en hérna, þetta hefur allt sína kost og galla. Já, þetta gerir það. Hérna, nú mælist ekki vel í skoðanakönnunum. Það er aðeins að kvarnast upp úr hjá okkur. Aftur á móti hægt að fara rök fyrir því að það hefur oft verið þannig að það hefur á brattan að sækja og svo þegar það skilast inn í kassana þá hérna standið ykkur vel. Hvernig hérna svona framtíð Flokks fólksins, hvernig sérðu þetta fyrir þér? Sérðu fyrir þér að flokkurum muni koma til með að breytast? Sérðu fyrir þér að þessi kjósendahópur muni bara koma til með að stækka út af því að við erum að eldast? Ég svo sem ekki að velta því fyrir mér. Ég nú bara einfallega í þessu pólitík til að ná fram breytingum á samfélaginu og ná fram áhrifum á þeim mál sem Flokkur fólksins hefur á oddinum. Það er ekki höfuðatriði að búa til nýja stofnun sem heitir Flokkur fólksins, heldur að við náum að klára þau verkefni sem að við höfum tekist á herðar. Sérðu fyrir að þú getur verið arftaki Ingu? Hver heldur að verði arftaki Ingu? Það meina hún er ekki að yngjast, hún er komin vel á aldur þó hún sé í fullu fjöri. Ég hef svo sem við höfum ekkert rætt það, en ég held að sé erfitt að fara í skóna hennar. Þannig að ef ég tæki við flokknum eða einhver annar, það myndi hafa mikil áhrif, en þetta er ekki alls ekkert það sem ég er að velta fyrir. Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13, en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Nei. Hverju ertu, nú var hérna mótmæli á Austurvelli vegna Palestínu, það sem á að vera að berast fyrir því að við myndum takast á við nýjan veruleika varðandi þetta stríð og segja upp öllu samstarfi við Ísrael. Telur þú að við ættum að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael og skera á allar svona viðskiptalegar tengingar við Ísrael, þeim eins og bara í Eurovision? Finnum bara þar, Eurovision. Telur að Ísrael er að sparka úr Eurovision? Ég hef bara enga skoðun á því og mér finnst ég er á móti þessu umræðum viðskiptaþvinganir og ég tel bara að þessi hópur fái talsvert mikið rými í umfjöllum fjölmiðla sumra og að þarna er til dæmis birt mynd eða brúða af utanríkisárum okkar ágætum sem er að vinna þjóðinni í gagn og með snákstungu og blóði drifna
mér finnst þetta ósanngjarnt og mér finnst þetta ekki alveg vera sá hópur sem eigi að leggja línurnar fyrir utanríkisstefnu Íslands og umræðan Ísrael, þetta eru framið þarna voða verk og Ísrael gengur mjög hart fram og hefur gert hluti, ég vil bara segja hryðjuverk, eins og að sprengja upp flóttamannabúðir, en fólk gleymir því að í þessari umræðu að þá mikill vilji í Ísrael, hvort það ekki 75% kjósenda sem vilja ganga til friðarviðræðna að því skilyrði að gíslarnir séu þeir séu skilað og að og ljúka hernaðinum hana. Þannig að það ekki eins og að þetta sé svarthvít barátta og þegar maður heyri það hér í fjölmiðlum að Hamas jafnvel eins og KFUM, það var nú útvarpið sögu, því var haldið fram. Þetta auðvitað ein versta ríkisstjórn og stjórnvöld í heimi, þannig að ef ég ætti að þyrfti að velja á milli þess að búa undir stjórn eða vera þessum heimsluta, þá myndi maður auðvitað velja Ísrael af öllu þessum þjóðum. En það hafa verið framin þarna voðaverk og það mikilvægt að stuðla friði og ég alls ekki á því að það sé gert með einhverjum viðskiptaþvingurum. Nei, þannig að þú telur að þessi hópur sem að talar fyrir málstað Palestínu hér á landi hafa fengið, hvað að segja, of mikla umfjöllun? Ég get að segja að fengið of mikla umfjöllun, en mér hefði fundist að menn ættu að skoða þetta aðeins frá víðara sjónarhorni, því að það stór hluti Ísraelsmanna sem vilja ljúka þessu og ég held að sem meiri hluti meðal hægri manna í Ísrael sem finnst þetta of langt gengið og það ekki mikill skilningur og ekki meiri hluti fyrir því að ætla að fara þarna einhverjar landnema byggðir inn á Gaza eins og verið að hóta. Ég held að þetta bara ömurlegt ástand, bara síðan að ég var lítið barn. Þá búið að vera einhver umræða þennan heimsluta og hlutinu viðast bara fara í verra og verra far. Það bara mjög miður. Telur að þetta sé þjóðamorð sem í gangi? Sko, menn geta fundið bæði rök með á móti því og menn þarna auðvitað að eyðileggja landbúnaðarsvæði, menn að ganga ansi hart fram í að rústa landinu eða þessari byggð, en á móti kemur að þá líka, menn svona allavega ekki beina þessu, það ekki eins og þetta sé beint þjóðarmorð, en það hefur þarna ákveðin einkenni og líka að þá árásir á kirkjur og annað inn á þessu svæði, að þetta auðvitað óhuggulegt og stríð ömurleg og óhugguleg. Þannig að ég held að okkar framlag til friðarviðræðna væri bara að reyna að ná betra samtali þarna og tala inn í þetta og ef maður skoða bara hlutina, ef við færum í að setja á viðskiptabann, þá myndi það miklu frekar bitna á íslenskum hagsmunum heldur en ísraelskum. Já, það hægt að færa rök fyrir því. Þannig að ég held að þessi hlutir ekki svarthvítir. Nei, þeir ekki svarthvítir. En við sjáum hvernig þetta fer, það eins og þú segir, sko, þetta algjör skítastaða og ef maður væri Ísraelsmaður þá myndi maður örugglega styðja þessar aðgerðir og ef maður væri Palestínumaður þá myndi maður eflaust styðja hitt liðið, sko. Jú, en meiri hluti Ísraelsmanna, þeir allavega sá ég skoðanakönnun, á því að ljúka þessu. Og þeir hafa gengið það hart fram að þeir búnir að stuða og búnir að stjórnvöld sem hafa verið þeim hliðhóll farin að vera með neikvæðari yfirlýsingar og þá það alls ekki bara við Ísland heldur bara önnur Evrópuríki. Nú var einhver að færa rök fyrir því að þessi hræðilega staða sé bara notuð sem barefli til þess að tala niður vestræn gildi og þegar þessum átökum myndi koma til með að linna þá myndi bara finna eitthvað annað til þess að tala niður öll vestræn gildi sem að þú varst að segja þau væri svo andum. Hvað veist þau sjónað með? Ég ætla nú ekki að túlka þetta svona langt, sko, en ég held að allavega það hefur ekki verið
þeir sem hafa ráðið ríkjum þarna Gazaströndina hafa nú kannski ekki haft vestræn gildi í heiðri eða þá verið fylgjandi þeim. Þá brútist út fagnaðarlæti þegar að tvíburaturnarnir voru flogið á þá og árásin á tvíburaturna og brútist út fagnaðarlæti og ýmislegt þessleið sem að gefa til kynna að þarna sé nú kannski ekki alveg KFUM andininn uppi heldur frekar svona öfgahöfl sem að eru ekki hlýðhóll vestrænum sjónarmiðum. Nú hefur verið barist fyrir því að auka fjölskyldusamningar frá Palestínu til Íslands. Hvert er þitt sjónarmið um það að Palestínumenn séu að koma hingað til lands? Ég vil fara varlega í það. Af hverju? Mér finnst frekar að það ætti að leysa vanda þessar fólks nær í Gaza heldur en hér á Íslandi. Þá höfum við það. Sigurður Þórðarson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk.